Góða kvöldið, Grétar Mar heiti ég og við erum mættir hérna í sjávarútvegsspjallið. Með mér í dag eru gestir Atli Hermannsson og Magnús Þór Hafsteinsson, trillukall og fyrirverandi fréttamaður, fyrirverandi þingmaður og hefur komið víða við. Og við kannski byrjum á þér, Magnús. Nú ert þú að undirbúa strandveiðar. Já. Ég keypti veiðileyfi í dag af Almættinu. Það var opnað það í dag fyrir vertíðina í sumar. Þannig að ég er að undirbúa fullu, já. Heldur að Almættið hafi eitthvað með þetta að gera? Þá á ég nú bara við okkar virðulegu stjórnvöld og Fiskistofu og allt það, sko. Ég veit, Það verður að tala um það á virðingu. Já. En hérna, og þú ert bara, sem sagt, orðin klár í slaginn. Nei, ég segi það nú ekki alveg, sko. Það er nú svolítið undirbúningur eftir. Ég er með bátinn minn vestur á Patreksfirði. Hef gert út þaðan. Og kann afskaplega vel við það. Patreksfjörður er alveg yndislegur bær og þar býr gott fólk og mjög gaman að vera þar og ég sem sagt, þarf að fara vestur til að undirbúa og er svona í því þessa dagana. Það er náttúrulega að dytta því ýmsu og það er margt sem þarf að vera í lagi til að geta sótt út á hafið. Já. En Atli, nú ert þú að gera upp nýjan bát eða nýjan gamlan? Já, hann er ekki svo gamall. Hann er mun yngri en meðalaldur strandveiðaflotans. Sennilega helmingi yngri heldur en meðalaldurinn, sko. Já. Og lítur mjög vel út, sko. Og ég hef ekkert farið í grafgötu með það að ég hef ekki síðu gaman að bátum þegar eru í bryggju heldur en út á sjó. Nei, það er einmitt málið. Er þessi dundutýpa, sko. Já. Og já, nýtt eiginlega betur þar, sko. Það vantar eiginlega í með þetta veiðieðli sem margir hafa, sko. Já. En samt, ég var aðeins látið á að reyna og ég veit að það er þarna, sko, og ég ætla að láta reyna á það seinna. Já, ekki spurning. En nú er mikið í deiglunni, drengir. Það eru ýmis lög að koma. Við erum náttúrulega að fá ný lög strandveiðar í 48 daga. Við erum að fá nýtt frumvarp það að kanna eignarhald manna á kvóta og aðalega kvóta. Það snýst nú ekki skipin, heldur bara kvóta og hverjir séu tengdir aðilar og annað í þeim dúr. Síðan er náttúrulega frumvarp hækkun á veiðigjöldum helming, 10 milljarða. Og svo er grásleppufrumvarp. Og ég vil bara heyra ykkar álit svona í rúleitunum. Hvað ykkur finnst þessa hluti? Já, Magnús. Já, það talaðu þetta allt saman örugglega í marga daga, sko. Já, ég veit það. Strandveiðimálið náttúrulega, jú, það er mjög mikið í umræðunni og þessir, 48 dagar, við erum með 48 daga í dag. Vandinn hefur eins og verið sá að það hefur skort á aflaheimildir til þess að dekka þessa 48 daga. Flotinn hefur klárað þetta. Til að geta nýtt þessa 48 daga. Flotinn hefur klárað þetta á einhverjum 32-35 dögum. Og deila núna snýst kannski það, hvernig eigi þá að fóðra þessa 12-15 daga sem út af standa. Það er nú allt og sumt. Og það verður náttúrulega bara fróðlegt að sjá hvað verður, það var opnað á umsóknir á strandveiðileyfum núna í dag eins og ég nefndi áðan og það er komið ný reglugerð sem reyndar fjallar ekkert þessa 48 daga, allavega ekki beint, en mér sýnist hún samt með að því að stjórnvöld ætla einhvern veginn að reyna að fækka í þessum flota. Þó þið viti ekki alveg hvað niðurstaðan verður, það kemur náttúrulega ekki ljós fyrir það verður komið á hreint hversu margir sækja veiðileyfi, en það sé kannski verið að reyna að stíga einhver skref til að fækka í þessum flota til þess að það verði þá færri bátar þennan pott sem gefin er út í byrjun. Þá þarf ekki að útvega eins mikið til að eiga fyrir restinni. Við sjáum hvað setur, þetta er allt saman svona frekar óljúst. Já. En það er reglugerð komin með þessu sérstaklega í sambandi við eignarhaldið sem
skiptir kannski mestu máli. Það getur orðið til þess að bátum fækki vegna þess að það hefur verið svolítið það að menn hafa verið að róa á bátum sem þeir eiga jafnvel svona næstu til málamyndi eiga kannski bara 1% í skilur til að uppfylla skilyrði lagana. Já, en það sagt, það stendur sem svona pappírunum þeir eigi kannski 1% og þeir hafa verið svona hálfgerðir leiguliðar og það svona verið að reyna að koma í veg fyrir það. Við vitum raun og verið ekki hver útkoman á þessu verður. Það kemur bara ljós á næstu dögum. Já. En þetta allavega bót í máli fyrir þessa venjulegu trillukalla, það ekki? Verðum við ekki að líta þannig á þetta? Jú, mér finnst þetta í raun og veru jákvætt og ég hefði eiginlega bara vilja sjá þetta þannig að það væri bara 100%. Bara sá maður sem ræðir á bátnum, hann á hann bara 100%. Já. Mér finnst engin vorkunn á því að menn eigi sínar eigin trillur. Miðað við það aflaverðmæti sem menn að fá á þessum strandveiðum manna þess áttar að þá það ekkit óyfirstíganleg hindrun að geta keypt sér bát og jafnvel fiskað fyrir honum á fyrstu vertíðinni. Það bara þannig. Já. Það eru svona náttúrulega ef hjón eiga saman bát. Já, það náttúrulega það sem að skapa kannski helstu vandamáli núna þegar þetta eru skildir aðilar, hjón og jafnvel feðgar og bræður þess áttar sem og ég hef svona ákveðin skilning á því, jú, vissulega en menn hafa viljað koma, þetta hefur verið talin svona flitni í holdi strandveiðanna, það það þegar menn hafa verið að nota leiguliða til að róa fyrir sig. Jú. Nú geta tveir menn ekki átt sitt hvort 50%. Nei, annar þarf að fara í 51. Já, þannig að tveir menn, og það dugar ekki einu sinni að þeir fari tveir saman. Nei, hvorugur þeirra hefur réttindi. Já. Þó að 100% eignarhald sé borð. Já. Þetta er svona það þarf að slípa þessa hluti bara til og það verður örugglega gert. Aðlaga þetta að aðstæðum. Já, þetta verður slípa til agnúarnir og menna ég að sjá hvað verður þegar uppi staðið í haust það kom einhverju lukkareddarar í þetta eins og gerist á sínu tíma og svo heldast þeir á lestinni. Það nú boðað að komi nýtt frumvarp strandveiðar á næsta vetri. Já. Og þá verður kannski reynslan frá því í sumar notuð til viðmiðunar, hver veit. Örugglega. Það verður reynt að aðlaga þetta að raunveruleikanum. Já. Ef við ekki að reikna með því. Jú, þetta einhverju kjánar, þetta fólk sem þarna. Nei. Hanna Katrín, hún búin að vera viðlagan þetta frá 2017. Já. Þó að hún hafi ekki verið alveg í framlínunni, þá var hún búin að vera í forsvari fyrir Viðreisn. Já. Hún var þarna í stóru nefndinni sem að Þorgerður Katrín stofnaði 2017. Já, og var hún ekki líka í nefndinni sem að Svandís Svavarsdóttir? Nei. Nei, ekki þar. Nei, og svo hann Már, ég byrja alltaf að segja Kristófer Már, pappans var svo minnistæður, En Daði Már, við vitum að hann náttúrulega búin að vera tengdur allir endurskoðun og í gegnum tíðina. Gegnum tíðina, og nú að vera að reyna að gera hann eins og þegar Magnús fór á þing á sínu tíma, fiskifræðingur, fiskeldisfræðingur og fyrir kernari frá Tromsö, það var hamast á hann að reyna að gera hann ótrúverðugan í þinginu og skrimsladeildin, hún er byrjuð núna á bæði Hönnu Katrínu og Daða. Hefur eitthvað orðið var við skrimsladeildina? Nei, er það nokkuð? Nei, maður tekur eftir því núna að það er verið að birta auglýsingar frábæran sjávarútveg. Já. En menn ekkert að tala að það 80% af kvótanum í Þorlákshöfn farin. Það allur kvóti frá Stokkseyri og Eyrarbakka farin. Það hefur fækkað fjölskylduútgerðum í Vestmannaeyjum og þetta eiginlega bara tvö stór útgerðarfyrirtæki þar. Allur kvóti farin frá mínum heimabæ, Akranesi? Já, allur á Akranesi, Sandgerði
Vogunum og Hafnarfirði og víðar. Já, ég reyna með lista fyrir fram mig akkurat opið hérna, sko. Það er Bakkafjörður, Bíldudalur, Borgarfjörður Eystri, Breiðdalsvík, Djúpuvogur, Drangsnes, Flateyri, Grímsey, Hofsós, Hrísey, Kópasker, Raufarhöfn, Stöðvarfjörður, Suðurey, Súðavík, Tálknafjörður og Þingeyri. Sko, ýmist allt horfið eða einhver örfóð tonn eftir. Já. Og svo þessir bröðmólar sem eru strandveiðarnar, sko. Já. Ég sé bara á Patreksfirði, ef það var ekki strandveiðar þar, þá væri gersamlega ekkert um að vera í höfninni þar. Hún væri algjörlega nánast alveg steindauð. Það væri bara fiskeldisbátandi sem koma þar og fara. Einn línubátur og þar með væri það upptalið. Er ekki Vestri, hann er nú... Já, Vestri, jú, hann er nú ekki í burtu reyndar, sko. Hann er lítill togari, Vestri, jú. En sko strandiðarnar, þegar þær standa yfir þessar örfá vikur og sumrin, þá skipta þær mjög miklu máli. Já. Fyrir þessi pláss. Það er ekki nokkur að ég bara veit það sjálfur eigin reynslu. Það er bara mannlífið og allt í kringum þetta. Fyrir utan það og hérna það er mjög margt jákvætt við þessar strandveiðar og eiginlega bara jákvætt við þessar strandveiðar. Ég var hérna með fyrir hálfu mánuði síðan, þá var ég með forsvarsmenn tveggja fiskvinnslufyrirtækja, annars vegar Íslensk sjávarfang og hins vegar hjá framleiðslustjórinn hjá Thor, sem er reyndar líka formaður félags fiskvinnslustöðva án útgerðar og þeir bara voru yfir sig ánægðir með þessa breytingar, því þeir eru bara í vandræði með hráefnisöflun á þessum tíma. Já. Sérstaklega í júlí, ágúst. Já. Er þetta þá ekki bara hluti af afhendingarörygginu sem þeir vilja alltaf að... Jú, vissulega. Bara hafa aðgang að þessu markaðirnir og þeirra viðskipta menn sem þeir eru að semja við ellendis vilja fá fisk og þeir eru að kaupa þetta allt á hæsta markaðsverði. Já. Og eru að borga 600, jafnvel meira fyrir kílói af þorskinum. Já. En það er alltaf látið í veðri vaka að þetta sé ekki mannamatur, þetta er í sér lélegum gæðum en svo við erum talað við þá sem er að kaupa þetta á fiskmarkaðnum og þessar menn sem voru hér daginn, þá sjá þeir enga mun á nema síðu sé. Menn væri ekkert að borga þessi verð fyrir þennan fisk nema þetta væri alveg þeir segja bara einfallega að þetta sé betri fiskur, hann er að koma í land daglega, nokkra klukkutíma gamall. En hvernig vogar þá LIU klíkan sér að vera að tönglast alltaf áhuginu gagnstæða? Þú hefur bara tekið eftir því síðustu daga að áróðurinn gegn strandveiðum og gegn öllu öðru heldur en þeir eru sjálfur að gera. Þeir eru að borga sjálfum sér fiskverð sem er 150 krónum lægra á 350 krónur upp úr sjó í staðin fyrir 600 krónur. Já. Og svo segja þeir að það sé ríkistyrktur sjávarútvegur í öllum löndum í kringum okkur. Hvernig er það í Noregi? Magnús, þú þekkir nú til í Noregi. Já, það er þetta er uppblásin gríla hér á Íslandi að það séu ykkur bullandi ríkistyrkir í sjávarútvegi í Noregi. Það er bara ekkert rétt. Já. Og en þetta er miskunnulist notað hér í áróðurinnum og bara bullið og vitleysan, maður eiginlega bara hættur að nenna að fylgjast með þessu. Ég veit alveg hvernig þetta er. Ég hef sjálfur verið á strandveiðum, ég hef sjálfur kynnst þessu eigin raun, þekki þetta og veit hvað sannleikurinn er í málinu. Og sannleikurinn í málinu er sá að þessar strandveiðar, þær eru bara jákvæðar bara á allan hátt. Það eru mannvænar, það eru vistvænar, það eru hagkvæmar. Þetta eru vistvænustu veiðarnar. Já. Þetta er allt annað heldur en að vera dragandi troll á eftir sér í botninum. Já, mjög lítil, já, það eru mjög vistvænar. Ég meina veiðarfærin komast fyrir í einu litlu ísbóksi, veiðarfæri á hverjum strandveiðibát. Já. Og ég meina báturinn er svo minn bátur, ég er nú reyndar á minnstu trillunni. Eyði þar að leiðandi mjög litla olíu, mitt kolefnisspor er mjög lítið. Ég er að fara með 30-40 lítra dísil í hverju róðri. Og Þú nærið skammtinum á því. Næ, skammtinum yfirleitt og þó ég sé kannski bara með 2 eða 3 rúllur. Það er töluvert að fiskja slóðinni hefur verið allavega undanfarin ár.
og ég ger þetta svona með mínum hætti, ég skipti mér ekkert að því hvernig aðrir hegða sér með útgerð á sínu bátum, en þetta gengur bara mjög vel og þetta bara mjög, eins og segja, þetta vistvænt, þetta mannvænt og bara mjög gott á allan hátt. En það dálítið alvarlegt mál finnst mér þegar þessi hvað maður að segja, stóri sérhagsmunahópur LJU klíka að haga sér svona eins og þeir eru að gera. Já, ég skil ekki. Eyða milljónum í falskar auglýsingar sem þeir eru að birta í öllum fjölmiðlum. Já, ég skil ekki þessar móðursýki, þeir eru að skjóta spörfugla með fallbyssum. Eins og við varum að benda á áðan, það sem út af stendur í þessu dæmi öllu saman eru kannski 12 til 16 dagar á sumri. Og ef það væri, séð til þess að væri aflaheimildir fyrir þessa 48 daga, þá myndi það draga á spennu í kerfinu. Þá myndu menn ekki róa eins og hafa verið að gera til þess undanfarin síðustu 2 ár, þar sem menn vita það að dagarnir fara að vera búnir og allir eru að keppast við að róa, jafnvel í slæmum veðrum, ég hef sjálfur gert það. Og ef þetta væri jafnað meira út yfir sumarið, þá myndi draga úr þessari spennu, menn myndu ekki fara hratt í þetta eins og hafa verið að gera og svo bara þannig að það eru margir sem hafa ekkert endilega tíma til þess að vera allt sumarið á strandveiðum, skilur. Menn vilja komast í sumarfrí, menn eiga fjölskyldur og þegar það fer að líða á sumarið þá fer kannski að vakna meiri áhuga og þörf fyrir það að geta, eins og ég segi, farið og slakað á eitthvað, því að strandveiðar, þetta er hörku vinna. Maður þekkir bara mörg svoleiðis dæmi að menn eru bara í hálft sumarið. Já, maí, júní og kannski fram í júlí og svo vilja maður fyrir sumarfrí. Já. Og þá eru menn líka bara þreyttir og þess að segja, þetta er hörku vinna. Þetta er hörku vinna. Margir aldrei sé bara að myndum að dæma þá er alltaf blanka. Það er laxveiði. Já, og svo er alltaf blanka logn og það er alltaf... Það er höðrun aðeins. Já, og alltaf verið að spila sjómannalögin útvarpinu og eitthvað svo leið, En það er ekki það. Það er sipp og hói. Já. Það er kannski verið að rífa sig upp miðanótt, 2-3 nóttina og fara út í skítaveðri, kulda og rigningu og svo þegar þú ert komin út að þá er kannski svona kalda skítur þar og fíla og þannig er það allan daginn og mann fyrir að standa út yfir úlurnar og vera að gera fiski og ganga frá fiski og ísa og ég veit ekki hvað og þetta er kannski vinnudagur sem stendur yfir í 10-12 tíma þú mátt vera út í 14 tíma. Og svo er það að fara á morgun aftur og það er ekkert betri spá. Nei, svona var þetta í fyrra svona. Já, þetta er ekkert bara þetta er heldur ekki fyrir alla. Menn gleyma því líka menn halda alltaf að hálf þjóðin myndi hrópast á handfæraveðar eða verið gefur eitthvað frelsi, það er bara ekkert svoleiðis. Nei. Þú þarft að uppfylla fullt af skilyrðum til að geta verið talin hæfur til að stjórna strandveiðibáti í dag. Fyrsta lagi þarft að náður í réttindi, svo þarft að fóði siglingatíma og svo þarft að fara í Slysavatnaskóla og sjómanna og núna þarf það að eiga rúmlega helmingin í bátnum sem það þarf að róa á og ég hef reyndar svolítið áhyggjur af því að þetta skilyrði núna með allt þetta, þessi skilyrði alltaf eru orðið svo stíf að það er mjög erfitt fyrir ungt fólk að koma undir sér fótunum í þessu. Það er svo mikið sem þarf til. Já, þetta er minnstakosti 2 ára prógram hjá þeim að græja þetta. Ég meina, ungir strákar í dag, eða jafnvel stelpur þess vegna, þau hlaupa ekkert borð í skip í dag. Ég meina, það eru kröfur þar líka, þú ert að vera búin með Slysavatnaskólann og skipunum er alltaf að fækka í flotanum, stóru skipunum. Þú hleypur ekkert út á sjó þegar þetta dettur í huga eins og kannski var hér í gamla daga. Hvað er þetta margir tímar sem það þurfa að liggja á bakið til að fá pungapróf í dag? Munið það? Ég var að reyna að googla þetta í dag. Það var rosalega erfitt að finna þetta, en þetta eru margir mánuðir. Þetta sé bara ekki að hátt í ár eða hvað? Já, það er siglingatíminn. Ég er að tala um það siglingatíma. Það er siglingatíma, Námskeiðið sjálft kostar vel yfir 300.000 krónur. Það er námskeiðið. Þannig að bara til að ná í pungaprófin, sem maður segir. Hver ætlar að gera það ef þú kemst hverju borð? Já, þú getur tekið námskeiðið en eins og segir, þú farið ekki í skírteinið, þú farið ekki réttindin og þú búið með siglingatíma. Nei. Og þetta getur tekið 1 ár eða 2. Svo það farið í læknisskoðun, þú farið í toppheilsu. Já, góða sjón. Til að fá réttindin, góða sjón og skrokkurinn í lagi.
Þannig að það er margt sem þarf að ganga upp. Já, ég sagði mann sem að kaupa sér nýjan bát og að fá hann hérna, maður sem í góðu stöðu. Ég sagði, og hann hefur aldrei verið á þessu. Og ég sagði bara, passaði bara á því að slepptu freka fyrstu dögunum ef það ekki gott veður. Farðu bara fyrstu dagana í góðu veðri. Ef þú lendir í einhverju slagsmáli fyrstu dagana, þá keyrur bara í land og fer aldrei út aftur. Ég er nú með í deiklunni að undirbúa þátt útgerð á skólaskipi. Þar sem að það var lagður grunnur af því fyrir mörgum 20 árum síðan eða eitthvað svoleiðis, eða 25 árum síðan, að þjálfa unga stráka og stelpur upp til þess að sjóast og læra svona vinnu á línu og netum og handfærum og öðru þess áttar. Og mér finnst það að þjóð eins og íslenska þjóðin sem byggir þetta mikið á sjávarútvegi og hefur gert í gegnum tíðina, en hún eigi að hafa þetta sem lykilatriði að bjóða upp á þetta fyrir. Þetta geti ekki verið einhver ísir að þessi í Noregi? Jú, það er svolítið í Noregi. Norðmenn eru með skólaskip og Norðmenn eru bara bjóða upp á námi í sjómennsku og þeir eru með lærlinga á borð í fiskiskipunum. Bara lærlingar og bara lærlingur borð. Messagurti hérna hjá okkur. Það sem þeir kennt og það er líka kvóti, þeir fá kvóta. Nýliða kvóta sem að byrja, þannig að þeir geta komið undir sér fótunum og keypt sér trillu, byrjaði einhvers staðar. Náð fótfestu og ef þeir vilja vera það fiskimenn, en það er ekkert hugsað neitt svona hér. Nei, en þetta er bara hlutur sem maður hefur bara... Og það er áhyggjuefni einmitt það að ég sé það bara sjálfur hvað það er lítið af ungum strákum sem eru til dæmis í strandveiðunum. Ég sé það, mér finnst það að vera áhyggjuefni. Ég þekki flesta og þeir eru allir konir yfir 70. Og ég hef stundum sagt það og það getur vel verið að fara svo að innan 5 ára þá munum við þá kvarnast mjög mikið úr þessum hóp og það mun hreinlega fækka í þessum flota. Það er bara mjög líklegt. Og þá mun kerfið ná sem sagt jafnvægi skiljiði að botturinn mun duga að handa þessum bátum. Það mun kannski fækka úr 800-900 bátum í dag niður í 500 bara vegna þess að menn eldast. Tíminn líður. Ég sé alveg fyrir mig, þetta verður bara einhverju 500-600 bátur eftir nokkur ár, 5 ár. Ég ekki tissa þó að það er þannig. Nei. Svona framhaldið vorum að tala sambandi við Noreg þannig. Ég sá það í einhverju blaði núna daginn, haft eftir þessum Gunnari Davíðssyni sem að þú varst að tala núna á. Deildarstjóri í auðlindadeild Tromsø-fylkis í Noregi. Það er ekki stuðningur í Noregi. Við sjávarútvegi í Noregi hafi verið aflagður í kringum 1990. En hvenær var það tekin upp á Íslandi? En SFS er tönglast á þessu eins og með töngum en var ekki tekin upp ríkisstyrkur á Íslandi 1991 þegar við byrjuðum að leyfa þeim að braska með veiðiheimildirnar. Það má alveg stilla því þannig upp. Ég held bara að það sé nauðsynlegt að tala það þannig. Þetta er alltaf og eins og ég hef búin að segja svo æði oft hérna í þessum þáttum að þeir fá útlutaða veiðiheimild kíló á þorski fyrir 28 krónur og geta leikta frá sér á 500 krónur pluss 28 krónur sem þeir átt að borga ríkinu. Hvað er ríkisstyrkur? Þetta eru verndaðir vinnustæðir, segi ég. Já, þetta eru verndaðir vinnustæðir og þetta er, og svo fiskvinnslan líka, þeir sem eiga yfir á réttin yfir fiskinum ákveða það hvað er gert við hann og hvernig hann er unnin. Það er engar kvaðir. Frystiskipin hirða ekki lifur, þeir hirða jafnvel ekki ufsahausa, ísuhausa og lönguhausa. Þeir henda þessu. Það eru 2 frystiskip á Íslandi sem eru með fiskimjölsbræðslur borð. Það er allt og sumt. Annars er þetta bara látið fara í sjóinn.
Það tekur ekki að vera að hirða þetta. Sumir hirða stærstu þorskhausana og setja þá í póka. Já. Þannig að það engar kvaðir á þeim sem eru að fá úthlutuðar veiðiheimildir hvað þeir gera við þetta. Nei. Eigum við að leyfa þeim að flytja í ómildmægni út fisk sem þeir fá leyfi til að veiða á Íslandi? Eiga þeir að fá að ráðstafa honum í erlendar vinnslur? Eða eigum við að gera kröfu það að hann sé unnin á Íslandi? Það hækkar kannski verðmætans 30-40, jafnvel 50%. Í útgerðinni ber engin skylda til að fara á sjó yfir höfuð. Nei, og þeir þurfi ekki einu sinni að veiða fiskinn sem eða tonnunum sem þeim er úthlutað. Nei. Það verður að fara að skoða þetta onni í grunninn og hafa stefnu í þessum málum, hvernig við ætlum að láta veiða og hvernig við ætlum að láta búa til mest verðmæti út úr fiskinum. Já, ég held að þetta sé nú alltaf koma. Það eru miklu fleiri sem eru farnir að skipta sér af þessu og orðin málsmetandi, búin að setja sig inn í þessa hluti, eins og þegar þið voru að byrja með frjálslyndaflokknum, þá voru þetta ekki einum bara nokkri kallar sem hafa tjáðu sem sjávarútvegsmál og stóðu upp úr, en núna sér maður bara á netinu og það er fjöldi manna sem býr bara yfir greiða mikill þekking á þessu sviði og lætur ekkert lengur vera að ljúga þessir skinnið það ekki þannig að það? Jú, eru ekki kæfðir í umræðunni þegar koma með ábendingar og athugasemdir hvernig við erum að gera. Já. En allir Samherji sé ekki næststæðstir eða stæðstir útflytjendur af ferskum fiski til Þýskalands. Kaupa þeir ekki töluvert á strandiði fiski? Jú, svo gera þeir það þegar vantar í húsið eða á markaðina, eða í markaðina. Já, fara þeir inn á markaðina. Það sinna eftirspurninni. Og blokkera út þá sem að gera stöðugt út á þetta. Það að segja fiskvinnslur án útgerðar. Já. Þá eru þeir reynsaðir upp af markaðnum. En meðalverðið á aðkeyptum fiski hjá þeim hækka kannski 2-3% við þetta. Með að við magni sem þeir fá á toppbólubristinu. Já, eins og segir, ég held að Rúnar Björgvinsson, framkvæmdastjóri í Íslensku sjávarfangi, hafi sagt þetta daginn að Samherji og tengd fyrirtæki þau eru stærstu einstöku útflytjendur á ferskum óunnum fiski frá Íslandi. Það er að segja og síldarvinnslan. Samherji samstæðan. Og svo er þetta sendt í sérvaldar fiskvinnslur í Evrópu, Pólandi, kannski var... Nei, þetta mest unni, held ég, eftir því sem mér var sagt, eftir þátt síðast, að þá er þetta unnið í Þýskalandi. Já, af fyrirtæki sem Karfi og Ufsi sem að Samherji á þar. Já, og þessu fiskvinnslum berst náttúrulega fiskur líka sem ættaður annar staðar frá. Já. Og svo þessu kannski öllu sem steypt í sömu pakningarnar og merkt longline fishing eða Icelandic cod. Hver hefur eftirlit með þessu? Já. En svo dálítið sorglegt þegar við erum að tala um Noreg, að Norðmenn eftir því sem að menn segja, eru að fá hærra verð fyrir þorsk og ýsu heldur en við. Í kílóverði, hvort sem við erum að tala um Bretland, Spán og víðar, og ég veit ekki um Ameríku, en þeir voru náttúrulega að fá á sig núna 16% toll Norðmennir frá Trump, en við erum bara með 10%. Þannig að samkeppnisstaða okkar ætti að lagast hlutfallslega samkeppni við norskan fisk á Ameríku. Já. En við náttúrulega höfum möguleika á að flytja fiskin okkar út til annara landa heldur en Ameríku ef að þetta ekki hægt að koma þessu inn í verðlagninguna 10% toll til viðbótar. Við getum flutt meira af þorski sérstaklega á Spán og Portugal
Já, ég var nú að hlusta á norska útvarpið í dag og hérna þar var viðtal við einn af forsvarsmönnum sölusamtaka fyrir norskan fisk, norska sjávarafurðir. Þeir flytja náttúrulega mikið út til Bandaríkjanna, ekki síst eldislax. Hann hafði ekki miklar áhyggjur af þessum tolli. Nei. Hann sagði Bandaríkjamenn þurfa á sjávarafurðum að halda. Já. Þeir munu halda áfram að kaupa okkur fisk. Við erum alveg pótlar þá bitnar þetta bara á neytendum. Ef það verður svo, hver veit. Já, þeir munu borga möglunarlaust og þetta hækkjum 25%. Ég veit það ekki. Það er tímilegir þetta náttúrulega. Það er kannski ekki 25%, ja, 20, eða 16% tollur sem kemur á það. Já. En þetta er auðvitað, en maður heyrir svo mikið, falskar fréttir stöðu í þessum málum og eins og auglýsingarnar eru frá LIU eða SFS samtökunum, þá er verið að segja fólki að svart sé hvítt, Þetta að mann skilst besta fiskveiðistjórnarna í heimi og allir líta öfundur til okkar, hvernig læra megi á okkur öll triksin, en svo er ekki hægt að gera út smábát bara í mestarlegi 25 daga á ári. Smábátaveiðar eru frjálsar í Færeyjum og þeir eru með 6 mílur fyrir sig og svo línubátar þar fyrir utan. Nú erum við með 29 metrar litlu ofurtógaran upp að 4 mílur. Þeir reyndar hafa ekki farið út í það að tala að Færeyjar væri ríkistyrkur, því að Færeyingar eiga engar aðrar tekjur heldur en að sjávarútvegi til að reka þjóðfélagi. En það er reyndar alltaf að stækka þeirra kaka af laxeldinu eða fiskeldinu. Já, er hún ekki orðið miklu stærri heldur en þorskurinn? Já, hún er orðið mjög stór. Hún er orðið mjög stór. Það spilar stóra rullu. Ég er ekki farnir að flytja út 70-80 tonn af laxi. Þorskurinn er kannski ekki með 15-20. Já, eitthvað svoleiðis og annar bólfiskur. En svo eru þeir náttúrulega með stóran flota, uppsjáflota. Já, svo eru þeir eru náttúrulega með veiðiheimildir svo víða Færeyingarnir. Þeir hafa alveg stungið okkur af þar. Hvað veiðiheimildir varðar. Þeir eru í Barentshafi og þeir eru á Flæmska og þeir eru í Ísland. Norðursjónum, þeir eru við Ísland, þeir eru við Grænland, þeir eru við Nýfundnaland og þeir eru út alla trissur og svo suður í höfum. Já. Þannig að þeir eru að halda miklu betur á og standa sig miklu betur í hagsmunagæslunni fyrir sig og sitt af því að þeir lifa á þessu. Og þar setja þar allan fiskinn á fiskmarkað. Eða reyndar ekkert allan, þeir setja helmingin á honum ef þeir eiga fiskverkun. Já, er ekki útgerð og vinsla aðskilin í Færeyjum? Nei, nú er það ekki. Þú mátt taka eigin fisk, en þegar þú setur helmingin inn á fiskmarkaðin, þá býr það til verðið á öllum farminum. Ef þú kemur 10 tonn í land, setur 5 tonnin á fiskmarkað, þá er komið verð á farmin. Af kílóverð fyrir aflan. Já. Og þá ertu kannski ekkert að græða á því að taka 5 tonn sjálfur. Þá er jafnvel sniður hjá þér að setja það inn á fiskmarkaðin svo að það jafnvel eitthvað lækki verðið. Já, ég vonu það að lækki verðið. Já, eitthvað þess að það. En þeir eru náttúrulega bara í samkeppni þetta. Já. En það hryggir mann bara hvað við erum að fara með rangt mál og erum að og hérna dýnur í öllum fjölmiðlum bara óhæðaleiki og lygar. Já. Og manni finnst nú sorglegt að þegar þeir eru að tala það að allar veiðiheimildir séu búin að skipta eignarhald á Íslandi. Út að það séu komna nýjar kennitölur. En það var, eftir að kvótakerfið kom, þá var öll HF fyrirtækin, þeim var breytt í EHF fyrirtækið og þar að leiðandi fengu þar nýjar kennitölur. Allar helstu sameiningarnar urðu eftir
að framsæli kom á 1990 og stóð frá 90 til 2003. Á allar stæðstu sameiningarnir voru Akranes, Sandgerði sem að tala nú bara Mikkabæi sko. Og þá mátti eignfæra og afskrifa all kaup á veiðiheimildum. Já, í 8 ár, var það ekki? Nei, þetta var frá 90 til 2003 og byrjaði einhverjum 15% á ári og svo trappaðist eitthvað niður og 2003 þá var það held ég síðasta árið sko. Þannig að þeir drógu öll kvótakaup frá tekjuskatti sem og kom í veg fyrir að þeir borguðu skatta og svo segist þeir eiga þetta og voru bara að kaupa af sjálfum sér eða hvorum öðrum sko. Lögðu niður hlutafélög og voru með ný hlutafélög sem keyptu veiðiheimildirnar yfir. Því það er sama fólkið sem á öll þessi fyrirtæki eða hlutabréfin í þeim. Já, og svo kjöptu þeir upp verðin og jöku þar með sko veðrýmin í fyrirtækjunum. Já, þannig að þeir gáttu tekið meira lón sko. Og svo eftir því sem þeir fjölguðu tegundum í kvóta að þá jókst veðhæfni fyrirtækisins. Þegar fórst að geta veðsett hlýra, gast veðsett steinbít, gast veðsett blálöngu og löngu keilu og þá skráp, flúru og allt í einu var önnur hver keila sem synti sjónum í Ísland kom með lögheimili Grindavík. Einu fyrirtæki. 52%. Það voru 2 fyrirtæki sem að gera út á línu, eiginlega, og hvort fyrirtækjum með einhverja 5 báta og öll keilan og langan lendi bara öðru fyrirtækjum. Það var svolítið. Já, það var nú þáttur á sínum tíma á Rás 2, á Stöð 2 þetta. Já. Og þar voru menn sem sögðu frá því hvernig þetta hefði orðið til. Já. Að það hefði lent keila og þorski í kvörunum og... Já, Óli Sig fyrrverandi skipstjóri sko á Hrugni, hann talaði nú þetta í nokkuð mörg áru, svo bara þreyttist hann á því. Og eins og eðlilegt má telja sko. Það sem er hins vegar sorglegast við þetta það náttúrulega það er þetta árangursleysi sem hefur verið í þessari fiskveiðistjórn sem er náttúrulega grafalvarlegur hlutur og væri jafnvel bara efni í annan þátt sko. Já. Sem veldur mér mjög þungum áhyggjum. Ég ætlaði nú að koma inn á því ég veit að þú ert menntaður fiskifræðingur og það eru hamrasóknir. Já, og raun og veru nýtingarstefnan sem hefur verið rekin hér, sem hefur verið kolröng. Ég er búin að vera að tala þetta í mörg ár og maður sér bara að mér finnst alltaf verið að síga meira og meira út í hliðina og það er alltaf að slökna fleiri og fleiri perur í loftinu. Fiskistofnar sem eru komin í vandræði og þetta hefur nú aðeins verið í umræðinni. Forstjóri Hafró var á viðtal á Bylgjunni daginn og var að útskýra út af hverju þetta væri svona. Nú við séum að þorskstofninn, hann á erfitt uppdráttar, virðist eiga, hann hefur lést mikið. Loðnustofninn hrunin. Og hvaða afleiðingar mun þetta hafa? Hvaða afleiðingar, sko, horfum bara til þess. Sko, við erum búin að ausa hér upp einhverjum 35 milljónum tonna af loðnu úr vistkerfinu á einhverju árabili frá 83 minni mig eða eitthvað svoleiðis. Þannig er gríðarlega mikil orka sem hefur verið og næring sem hefur verið tekin út úr vistkerfinu sem hefði átt að nýtast í það að verða fæða fyrir allt lífríkið. Við sjáum bara lífríkið hér við Ísland og Íslandi hefur hnignað mjög mikið. Fuglalíf er ekki nema svipur hjá sjón sem það var hér áður fyrr. Fiskistofnarnir eru í miklu vandræðum margir hverjir. Þorskstofninn er mjög mikið að léttast og þetta er mér mikið hjartansmál og ég vil aðeins fara að útskýra fyrir fólki á því enn og hérna sko, hvað er það sem gerist í raun og veru í sambandi við vistkerfi í hafinu kringum Ísland. Loðnan verður til norður í Íshafi. Þar verður hún til við þær aðstæður að ísinn hann er að hörfa, að flæður upp næringaríkur sjór. Það er dagsbirta þarna allan sólarhringinn. Ljóstillífun í gangi, frumframleiðsla í gangi allan sólarhringinn. Þetta er algjört ævintýri. Þarna verður til plöntusvif og síðan verður til krabbadýr og svo verður til loðna.
og þannig mikið lífríki, mikið af fugl, mikið af hval. Ég komið þarna sjálfur á rannsóknarskip og séð þetta. Já. Þetta ævintýraland. Loðnan verður til þarna og hún flytur síðan þessa orku, þessa miklu framleiðslu í formi sjálfsins sem loðnu upp að Íslandsströndum, upp á íslenska landgrunnið og syndir síðan í kringum landið, á að synda í kringum landið með Austfjörðum og með Suðurströndinni og áfram með Suðurströndinni inn á Faxaflóa, Breiðafjörð þar sem hún hrygnir og drefst. Já. Þetta gerist á vorin eða seint á veturna. Hún mætir á sama tíma til dæmis þorskurinn að undirbúa sig fyrir hrygningu. Hann verður að fá þessa fæðu, þetta æti, til þess að geta komist í gegnum hrygninguna og skilað af sér lífvænlegum afkomendum. Já. En það sem við höfum gert, hann náttúrulega líka aðrir sem lifa þessu fugl og hvalur og bara nefndu það, allt lífríkið. Við höfum síðan gripið inn í þetta, byrjuðum á því upp úr 1970 að stunda veiðar á þessum stofni sem höfum alls ekki átt að gera. Þetta okkar mestu og afdrifaríkustu mistök í fiskveiðistjórnun. Það að hafa veitt svona mikið á loðnu. Þetta alveg hræðilegt að horfa upp á þetta. Núna stöndum við frammi fyrir því að loðnustofninn hrunin. Hann nær sér ekki á streik, við sjáum þetta bara á aflatölunum til dæmis, að þær hafa verið viðvarandi lágar nánast allt frá því, allavega síðustu 10 árin, gott ekki lengur. Hvaða afleiðingar mun þetta hafa? Hvernig þetta bregðast við þessu? Já, það er stóra spurning. Hvernig þetta bregðast við að hún er komin niður fyrir ákveðin þröskuld og nær sér ekki upp aftur? Já, ég hef miklar áhyggjur af því að hún sé til dæmis komin það langt niður núna loðnan að hún mun ekki ná sér upp aftur. Vegna þess að hvalurinn hann norður í höfum, hnúfubakarnir, þeir haldinni niðri. Já, þegar að stofnin er orðin þetta lítill og hún nær sér ekki á strik. Tíminn mun leiða það í ljós. Það sem við verðum að gera og eigum að gera núna, að banna loðnuðar. Að banna loðnuðar. Það mun engin stjórnmálamaður hafa kjark til að gera það, ég veit það. Engin ráðherra mun hafa kjark til að gera það. En ég ætla að segja það. Þetta er okkar stærsta umhverfismál í dag. Það er að loðnuðarnar verði stöðvaðar. Ef við gerum það mun bæði skil okkur ávinningi vistfræðilega séð, umhverfislega séð, en líka peningalega séð. Vegna þess að við munum sjá það að lífríkið mun ná sér aftur á strik, við munum sjá það að mikilvægi nytjastofnar eins og þorskur og aðrir bolfiskstofnar, þeir munu aftur ná sér á strik. 25% lækkun á þyngd í þorski að meðaltali, það þýðir 25% minni kvóti. Menn verður átt að segja því. Vegna þess að kvótin reiknar í kílóum og tonnum. Já, þá er það 50.000 tonn á ári. Já, mann getur bara reiknað það út. Hvað græðum við á því ef við okkur tegast að vinna tilbaka þyngdartapið á þorskinum? Þorskurinn komist aftur í eðlilega hold. Hvað munum við græða á því í auknum veiðiheimildum? En Magnús, það má líka benda á það hvernig Norðmenn og Rússar hafa gert þetta með loðnuna. Þeir bönnuðu loðnu í mörg ár. Já, og leyfa ekki að veiða mikið af loðnu. Og þorskstofninn í Barentshafi leyfa, það var mjög varlega nýting á loðnunni. Þorskstofninn í Barentshafi náði sér mjög á strik. Já, þetta er bara saman og við myndum segja allt í lagi, það er bullandi loðna, en við ætlum bara að láta veiða 100.000 tonn á ári. Loðnan á að flæða yfir grunnslóðina, hún á að vera matur fyrir fisk og fugla og hvali og fyrir lífríkið, vistkerfið Ísland, bæði í sjó, í lofti og landi, og þegar hún hrygnir og drefst, þá hverfur hún ekkert út úr kerfinu. Nei. Hún breytist bara í eitthvað annað. Aðrar fæðutegundir fyrir lífríkið á öðrum árstímum. Já, krabbar og rækju hvað sem og aðrar fisktegundir, alls konar hryggleysingja og annað. Svo lifir þetta allt hvort á öðru. Þetta er algjört undirstöðu atriði. Já. Íslandsmið hafa verið svo rík og auðug vegna þess að þetta ævintýri gerist þarna norður í höfum. Þessi orkuflutningur, þessi framleiðsla verður til og þessi orkuflutningur á sér stað með þeim hætti að þessi litli fiskur syndir suðan á bóginn og í kringum Ísland regnir þar og deyr. Þetta er grundvallaratriði og ég bara skil ekki og ég hef oft verið að hugsa um þetta. Þetta er bara svo golfstraumurinn. Þetta er svo golfstraumurinn, nákvæmlega. Þetta er sjálf dælan í kerfinu og mér er talað með ólíkindum að þeir á Hafró, fiskifræðingarnir þar og sjávarlíffræðingarnir þar, að þeir skulu ekki benda á þetta og hamra á þessu og segja bara hreinlega við stórútgerðina og við stjórnmálamennina, við verðum að hætta loðnuveiðum. Punktur. Við þorðum það ekki.
Nei. Þeir vita þetta, ég viss að þeir hljóta að vita þetta vegna þess að þetta er svo borðleggjandi en það er enginn sem gerir neitt í þessu. Þeir eiga allir að tala einu rómi. Hafrannsóknastofnun talar einu rómi. Það er bara ekki normalt. Nei, það er það ekki. Það eru þeir sem eiga að veita aðhald og það eru þeir sem eiga að veita ráð, hollráð. Í öllum þjóðfélags... Þeir eiga ekki verið að hugsa einhverja sérhagsmuni. Nei, og eiga það náttúrulega alls ekki. En við bara sjáum lögfræðinga, þeir rífast lög og túlkun á lögum. Við sjáum haffræðinga rífast hagfræðikenninga. Já. En fiskifræðinga sjáum við ekki takast á og alls ekki fræðin. Fræðin. Já, ég með smá klausu sko úr skýrslu frá Hafrannsóknastofnun frá því fyrra, bara sem lýsi hvernig þeir hugsa sko. Fyrst hann að Magnús verið að segja að þeir ekki verið í hagsmunagæslu. Sko, í stóru dráttum þá hefur þetta gengið vel. Þeir eru að tala þorskin og þetta er eins og skýrsla. Gengið vel þó að enn sé gátinni slakarinn nýliðan þorsins eftir 1980 ósvarað. Sko, svo bætir hann við sko sem að kemur inn á hagsmunagæsluna eða séu hugsa eitthvað annað heldur en það sem þeir eru að hugsa sko. Við veiðum lægra hlutaflastofnunum en verðmætin eru meiri og hagkvæmara að sækja fiskinn. Hvern fjandanum kemur þeim það við? Já. En samt Magnús að því að þú ert nú fiskifræðingur þá vil ég segja sko er það rétt hjá Hafrannsóknastofnun að taka ekki afstöðu á milli veiðafæra hvernig þú veiðir fiskinn hvort þú ert að veiða hann í troll, línu, net eða handfæri er það eitthvað eðlilegt? Að Hafrannsóknastofnun segir bara dauður fiskur er dauður fiskur. Já, það var það ekki í janúar í fyrra sem að þú hefur nú verið með hann Gulla hérna á Hvítáni. Já. Hann hefur nú verið að stúdera þetta ansi mikið sko. Ég var hérna á fyrirlestri í Hafnarfirði sem var verið að fara yfir þetta. Það var sérstaklega tekið fyrir sko hérna smug undir rockáperuna og hvað sem ekki drefst og allt þetta. Hérna. Já, og það kom fram hérna í fyrirlesturinn, svo sem að hélt fyrirlesturinn, fiskifræðingurinn í Hafrannsóknastofnun, að hann treysti sér ekki til þess að segja að ein tegund veiðarfæra væri umhverfisvænni en önnur. Nei. Og svo Já, náttúrulega alveg borðleggjandi hvernig það er hægt að raða því upp. Svo gerði ég mig fara að hitta mannina eftir að fyrirlesturinn lauk og ég spurði hvort ég hef heyrt rétt. Hvort hann stressi sér ekki til þess að segja að ein tegund að gerð veiðarfæra væri umhverfisvænni en önnur. Nei, hann endurtók það bara. Það væri bara rétt. Ég hef heyrt rétt. Merkilegt. Já, þetta er bara hlutur sem að maður skilur ekki. Maður er búin að starfa til sjós í 42 ár. Vera fyrst háseti og stýrimaður og svo skipstjóri 34 ár. Og þetta er hlutur sem að maður nær ekki að skilja. Það liggur náttúrulega hlutarins eðla að kyrrstæða veiðarfærin eru miklu umhverfisvænni heldur en dregna veiðarfærin. Bæði hvað var að bottrask og orkuveðslu og annað þar fram til götunum. Og umhverfisvænustu veiðarfærin eru náttúrulega handfærin. Það er ekki nokkur vafi, það leikur engin vafi á því krókur. Þar sem þú ert í raun og veru ert að dorga með einu krók og það er raun og veru fiskurinn sjálfur sem ákveður það hvort hann vilji verða vittur eða ekki. Býtur á eða ekki, skilur. Þú ert í raskan hennu botdýralífið að nokkurnu sköpuðum hlut. Og eyðir mjög lítilli olíu. Alla jafna myndi ég segja allavega. Þannig að það er engin vafi á því. Nei. En þetta er svona spurningamerki sem að setur við vinnubrögð Hafrannsóknastofnunar. Hvernig geta þeir afgreitt málin svona? Svo leyfa þeir að veiða til dæmis eins og með flottrolli loðnuna. Já, þeir bara verða þeir eru kannski hræddir við að dragast inn í einhverja pólitík og eitthvað þess áttar. Þetta er ekki pólitík. En það er bara þeirra skylda sem vísindamenn að taka afstöðu og gefa ráð, komast að niðurstöðu og segja bara hlutina hreint út eins og þeir eru. Þeir eru ekki þeirra hræddir við einhverja einstaka hagsmunaaðila innan sjávarútvegsins
til dæmis hræddir við að tala það að eins og ég var að segja hérna áðan hversu mikla þýðingu loðnan hefur fyrir vistkerfið í hafinu fyrir Ísland og hversu miklu máli skiptir að þessi orkuflutningur eigi sér stað í kringum Ísland ótruflaður. Það er ekki bara það að hún hrygnir og drefst og breytir sig annars, er líka það, hún náttúrulega hrognin upp og hrognin og koma loðnu lirfur og það rekur síðan norður með Vestfjörðum og framhjá, akkur haldið að stærsta fuglaberg á Íslandi sé á Látraberg. Það er svo mikið af þessari glæru sem menn kalla sem á að reka þar framhjá. En því miður eins og ég segi, það stórsér hér á fuglalífi. Ég sé það bara sjálfur heima á mér á Akranesi. Kríuvörp sem voru þar fyrir nokkrum árum síðan, þau eru horfin. Mófuglarnir eru næstu því horfnir. Þetta er graf alvarlegt mál. Já, þetta segir þegar menn lesa náttúruna með þessum hætti eins og þú ert að gera. Þá átta menn sig á því að það er eitthvað mikið að. Já, menn taka kannski ekki eftir því, sko. Þetta gerist kannski á einhverju árabili og það er til ákveðið hugtak yfir þetta á ensku, ég man ekki alveg hvað það var, en þetta er svona eins og froskunni sem er, sko, þessi frosk í vatn og byrjar að sjóðan. Já. Hann fattar ekkert annað en svona, sko. Sjóðan bara hægt, sko. Já, það gerir svo hægt, sko. Og þetta er alveg sem okkur, sko. En svo ef við lítum tilbaka, sko, ég ætlum að lesa daginn, þá var ég að lesa ferðabók Englending sem kom til Íslands 1820 held ég. Hann sigldi hérna á Faxaflóann, þá skrifar hann í ferðadagbókinu sína hvað sér óbóðslega mikið af fugli á sjónum. Svo kemur hann einhvern til Reykjavíkur, hann fyrir út í Viðey. Þá var alltaf hægt að stíga niður fæti þar, því að það var svo mikið af æðafugli þar sem lá á hreiðrum. Eyjan var gersamlega krökk af æðafugli. Hvernig er þetta í dag? Það eru 10 gollur kannski hérna einhvers staðar í Sundahöfn En þetta er rosalega alvarlegt mál og við verðum að vinda ofan af þessu. Við munum vinna það tilbaka í auknum fiskafla í öðrum tegundum. Inn í framtíðina er það ekki spurning. En það er bara, ef það er ekki of seint, við erum búin að klúra... Ef þetta heldur svona áfram, sko Íslandsmið eru óbúðslega, sko, það sýnir raun og veru það hvað kerfið, sko vistkerfið í Ísland og Íslandsmið, hvað þau hafa staðið á föstum grunni, að þau hafa þolað þessa rányrkju sem ég vil kalla, sem eru loðnuveðarnar, í svona mörg ár án þess að allt myndi hrynja. En núna er því miður farið að halla mjög alvarlega undan fæti. Og það gæti alveg farið svo á næstu misserum að við myndum horfa upp á það ef loðnan kemur ekki aftur tilbaka, sem ég hræddur að hann mun ekki gera, að þá muni þorskurinn virkilega að fara að láta eins og Nýfundaland til dæmis. Já, gerst í Færeyjar og annar staðar, það verður bara hrun hér í þorskunum. Það getur gerst mjög snögglega. Hafið er gríðalegt flæmi og óbúðslegt rúmmál og sko þó að þorskur allt í einu fara að hríðfalla úr vesöld, þá er ekki víst að við tökum eftir því fyrir en allt í einu hann er ekki hérna lengur. Það verður aflabrestur. Það búast við því að það getur orðið. Það geti alveg farið svo. Vilja menn fara þá leið? Það getur vel að menn vilja fara þá leið og það getur vel að þetta verði niðurstaðan. En þá segi ég að til að endurreisa þá kerfið aftur eftir það, þá verður að gera það með því að stöðva loðnuveðar. Það eru margir á þessari skoðun sem maður hefur talað við. Það eru örugglega margir sem eru alveg brjálaðir að heyra mig segja þetta. En það verður einhver að segja þetta. Ég vil nú benda á eitt. Ég bara, það vil svo til Magnús og ég þekki bara fullt af mönnum sem eru og meiri segja nóta skipstjórar sem hafa verið að veiða loðnu. Hafa talað mjög gegn því að nota flottroll til loðnu veiða og annað að takmarka veiðar á loðnunni miklu meira heldur en við höfum gert. Tíma binda þetta. Láta ekki vera að veiða loðnuna í restina þegar hann er bæði orðin verðlaus og einskis nýtt. Heldur aðalega að leggja áherslu á að hún sé þá veit þau tonn sem veit eru þegar verðið á henni sem mest þar að segja fulla rognum. Fyrir Japan. Sko, ég man eftir bara frá held ég 1990 sko, af áhyggjum sko, loðnuskipstjóra af notkun á flottrollum. Þá voru flottrollin nýlega byrjuð, sko. Og leist ekki á þetta, sko. En svo er það búið að ganga núna í 35 ár og það er það sem að Magnús að segja núna í sambandi við loðnuna, sko. Ég hlusta á hann segja nokkuð en það sama
fyrir, já, ég er búin að tala um þetta, ég er búin að vera þessum þetta í mörg ár sko, það hlustar enginn og 20 ár. Og þetta, maður horfir bara á þetta er eins og horfa á bílsli sko í svona slow motion bíómynd sko, gerist hægt sko, sínt hægt. Maður er svona hættur að nenna að vera að rífa kjaft út af þessu sko, en svo horfir maður bara á þetta sko, hvernig þetta er allt saman einhvern veginn alltaf að verða verra og verra sko, það hægist alltaf meira og meira á hjólinu og loðnustofnin hann einhvern veginn, hann stílar ekki lengur því sem hann gerði og þetta er allt saman einhvern veginn á niðurleið, maður sér þetta bara gerast og þetta með það, sko, partur af til mér, nei, sko, ég er ekki sammála því að það ég veiða þessa hrognalóðnu, sérstaklega ekki þegar það er lítill, eins og til mér svona, þegar hrygningarstofn er lítill á fisktegund, að þá sé farið í það að veiða þá fáu titti sem komast loks og endastöð til að hrygna. Nei, þeir voru nú að tala um það að það ætti aldrei að láta veiða nema á þeim tíma sem hann væri verðmættur og þá bara lítið magn. Þá bara láta þennan fisk í friði. Já, svo er það. Svo þegar loðnan er búin þá étur hann upp rækjuna og étur sjálfan sig og þetta er bara það sem rækjan er horfin, humarinn er horfin. Já, ég voru einhvern 100 já, herru, ég með lista yfir þetta. Ég komdu nú með lista. Sko, það já, við tökum bara stöðun á þorskstofninum, sko, og þá þar fyrir utan sko, ég segi hérna sko, það er Innfjarðarrækjan, Úthafsrækjan, humarinn, skötuselurinn, úthafskarfinn, djúpkarfinn, keilan, lúðan, hlýrin, loðnanjá, eins og vorum að tala hörpudiskurinn horfinn, alveg hreint eins og geisladiskurinn, hann er líka horfinn. og mest allar flatfisk, allt í kringu landið. Og við erum að tala besta fiskveiðistjórnarkerfi í heimi. Og sem allir vilja læra á hvernig við förum eiginlega að sko. Þetta er náttúrulega ekki sko, það sloknar á hverju perun eftir aðra í loftinu fyrir ofan sko, bara þessi listi sko. Þetta er ekki í lagi sko. Það er eitthvað meira en lítið af. Já. Það er bara þannig. Og svo koma kjörnum fulltrúar úr ákveðnum flokkum röltandi upp í pontu og lýsa aðdáun sinni og halda hann einhverja jakkalakka ráðstefnunir í Hörpu sko, þar sem menn tala um að þetta sé besta fiskveiðistjórnarkerfi í heimi og þetta sé allt svo æðislegt og flott og við séum svo flink og langbest, þú veist. Þetta er náttúrulega alveg galið sko. Það verður bara að segja það hreint sko. Það er það. Við erum bara að sigla þessu hvað maður að segja, bara beint til helvítis. Við erum búin að vera að gera þetta vitlaust. Fiskveiðistjórnunin, nýtingastefnan, hún er búin að vera kolröng í öll þessi ár. Það er það sem ég reyna að segja. Í 40 ár. Já. Og þetta er megin ástæðan fyrir því, sko, getuleysið við að byggja upp þennan blessaða þorskstofn er megin ástæðan fyrir þessum deilum, endalausu deilum sjávarútveginn, endalausu deilum kvótakerfið vegna þess að það eru of margir hestar að bítast of fá að fiska. Ef við varum að veiða, ef það var hægt að veiða hér 500.000 tonna þorski árlega eins og var gert hér í eina tíð, þá værum við ekkert alltaf í þessu endalausu rifrildi. Þá væri nóg handa öll. En svo er þetta átök hagsmuna samtaka, hagsmuna hópa sem að verja sitt og berjast fyrir sínu með mjög öfgafullum hætti eins og við höfum séð núna gegn strandveiðunum sko, sem ekki að gera neinum nokkuð skapaðan hlut sko. Nei. Og svo ef við tekur einn vikil vegna þess að útgerðir sér ósunum við því að þurfa að borga einhverja milljarða til ríkisins í leigu. Hvað er hann að borga í vexti á ári? Það er allt annað. Ef við leggjum saman skammtímaskuldir og langtímaskuldir útgerðarinn í landinu, þá er það 700 milljarðar. Þetta er tala frá 2003, 23 segi. 23, já. Og hver er vextinur á því? Og vextirnir eru dregnir frá alveg reyndins og bara ekstra kostnaður. Annar ekstra kostnaður og veiðilega gjaldið og áður en að kemur að því að fara að borga skatt, sko, tekjuskatt. Maður. Það var útgerðarmaður sem sagði við mig, það var ekkert skynsemi í því að reka útgerðarfyrirtæki með meira eigi fé heldur en 25-30%. Ætli það? Nei, af því að hann taldi það bara að þá var hann farin að borga skatta. Það væri næra að borga þetta í einhverjar fasteignir eða kvóta á meðan að það var og hægt að kaupa kvóta og ná í einhvern kvóta eða annað í þeim dúr. Eða
óskild fyrirtæki í annar staðar í þjóðfélagi. Já, en hver er þá ávinningurinn af þessu öllu saman? Ef við stillum bara upp bara fyrir með tölum, stór fyrirtæki á Íslandi sem er kannski með nálægt 10%. Fasta fjármunir er kannski 70 milljarðar, nú rúna ég bara tölurnar af. Vaxtaberandi langtímaskuldir eru 70 milljarðar og efnislegar eignir sem eru veiðiheimildirnar, það eru metnar í bókhaldinu á 70 milljarða. Já. Hver er árangurinn þá í þessu fyrirtæki þegar þú getur núllað út fasta fjármunina á móti vaxtaberandi langtímaskuldum? Já. Það er ekkert eftir nema veiðiheimildirnar. Nei. Og þær eru metnar í dag, ef við tökum alla veiðiheimildirnar, þetta eru 400 milljarðar í bókhaldi stórútgerðarinnar. Já. Þegar að tonnið af þorski kostar 7,5 milljón í stórútgerðinu. Já. Ef þú ætti að kaupa nýtingaréttinn að því. Já. En þetta er sameign þjóðarinnar. Að sjálfsögðu. Þó að menn fari dálítið frjálslega með eignina eða svo kallaða eign sína eins og sumir útgerðarmenn tala um. En þetta er auðvitað ekkert rétt skipt í þjóðfélaginu. Þetta er ekkert rétt skipt og nýting á sameiginlegum auðlindum þjóðarinnar þegar þetta svona er gert. Það verður að breyta því, það verður að búa til jafnrétti í samfélaginu. Já. Svo leikaði sér líka í stórútgerðin að afskrifa nýju skipin öll bara á einhverjum 8 árum. 9 skip Granda og öll hinn skipin. Það er að verða búið að afskrifa þeim á 8 árum. Skip sem endast í 25 ára eða 30 ár, eða eins og blængur hérna fyrir austan, stóra skipið, það er 52 ára. Já, 50 ára. Já. Þetta er, hann náttúrulega reynda búin að fara í einhverja klossun einu sinni, alvöru klossun. Já, en ég ber mikla vonir til Daðamás og Hannu Katrínar, þau vita nákvæmlega hvað það er að gera. Og þau láta ekki beygja sig, Við skulum vona það að þessi áróður sem er í gangi núna og þessar dómstagsspár og tollavandamál hjá Trump og annað verði ekki notað sem tilli ástæða til þess að fara að slá eitthvað af. Já. Það er það sem maður óttast. Þá ætlum að sér þetta verða orðið á lögum. Það var það sem að... En strákar, þetta er að verða búið hjá okkur, þetta spjall, eitthvað á lokum, allir, hvað? Nei, bara í framhaldi af því sem varst að segja, þetta var að fyrsta sem að ríkisstjórnin gerði, þegar vera hrunið var hérna, október 2008. Já. Og þá voru nýkomin á hérna veiðileyfagjöld og ríkisstjórnin byrjaði á því að lækka veiðileyfagjöldin. Þó svo að þetta væri fyrir utan álverin eina starfsemin í landinu sem að var með gengistryggðar tekjur. Já. Þannig að... Og þeir grændu aldrei sem fyrr. Aldrei sem fyrr. Það eru ströngvör við hrunið. Já. Og svo var falsa gengið líka. Það var fellt gengið fyrir þessa aðila sem voru að flytja út vörur og fá gjaldeyrir fyrir það. Þeir fengu miklu fleiri krónur. En Magnús ætlar ekki að segja eitthvað? Já. Nei, ég myndi bara segja það sem ég var að segja þannig. Ég myndi bara vona að mann fari nú að hlusta það sem ég var að segja hérna áðan, varandi loðnuna. Þetta er okkar stærsta umhverfismál í dag og staðan er mjög alvarleg. Og að menn svona fara að taka það til greina. Ég vil nú svona í lokin benda hér á að það er einn maður sem hefur verið að skrifa mjög áhugaverða greinar, Björn Ólafsson, útgerðartæknir. Já, þekki hann. Ég var með hann í þætti hérna. Þú varstu með hann í þætti hérna? Já, hann hefur með náttúrulega verið að skrifa þetta loðnumál og ég bendi fólki á að lesa þær greinar. Þær eru mjög áhugaverðar.
Björn Ólafsson er Keflvíkingur, sonur Óla Björns sem var útgerðarmaður og skipstjóri í Sandgerði? Í Keflavík. Í Keflavík, já. Og átti fyrirtæki sem hétt Baldur og átti báta, 2 frambeðasnur og báta Baldur og Glað. Já, er ekki annar það rétt hjá? Sem stendur uppi? Já, annar stendur uppi, þetta við höfnina, smábátahöfnina. Já, það döðsum sitt. Og var merkilegur karakter. Já. Þannig hann er genist tengdur. Já, hann og hefur náttúrulega alveg frá því að hann var krakki fylgst með þessu og það er alveg greinilegt. verið þáttakandi í þeirri þróun sem að hefur átt sér stað. Já. En drengir, ég þakka ykkur kærlega fyrir þáttinn og segjum takk fyrir okkur. Takk fyrir.